Já, stórtíðindi bárust í síðustu viku að gervigreind út í Kaliforníu væri að læra íslensku og að það myndi hafa mikil áhrif á íslensk samfélag, íslenska menningu og okkur öll í persónulegu lífi að við gætum talað við gervigreind á okkar móðumáli. Til að skilja þetta, hver þessi sem að læra íslensku, hver á hann og hvaða þróun þetta getur haft á okkur, við fengið hingað Þórarinn Leifsson. Stefánsson fyrirgefðu. Þórarinn Leifsson, veistu hvað það er? Ég veit hvað það er. Mágur minn. Fyrirgefðu, Þórarinn Stefánsson. Það er ekki leiðum að líkast. Nei. Herðu, þú ert sérfræðingur okkar í Silicon Valley, í teknikeironum þann úti. Hver er þessi OpenAI, eins og við myndum segja á íslensku? Þetta eru svona 2 apparöð. Annars vegar er þetta svona góðgerðarstofnun sem var sett á fót af moldríkum mönnum sem að töldu sig geta séð af svona eins og $1 billion hver í púk til þess að vera bara búið til svona AI verið sniðugt. Og það voru svona sem væri með open source já, og við bara færum öll í það að leggja í púk, gögn og allskins stótt sem að þyrfti og síðan er þið búið til fullt af tækni sem allir getur notað. Þeir fóru á stað og þetta eru mannvinir eins og Peter Thiel sem að myrti Silicon Valley Bank í síðustu viku og Elon Musk sem að einhver stór á Teslunum sinna reyna að keyra niður halla. Og fleiri svona ljúfmenni sem að vilja allt fyrir alla gera. Síðan kom í ljós þegar að menn voru búnir að vera að þvælast í þessu í talsverðan tíma að þetta væri nú bara allt snett í. Og það var í business case í þessu, það var þetta að selja aðgang að þessu og láta þetta gera allan fjöndan. Og þá breyttu þessu yfir í fyrirtæki, það er að segja að uppalega fyrirtækið á núna svona for-profit fyrirtæki. Sem geta selt öðrum hluti í það. Sem geta selt öðrum hluti og meðal annars Microsoft var að láta það hafa haug af peningum til þess að halda áfram að búa til cool stuff næstu árin. En þeir settu samt þak á það hvað væri hægt að taka út í arði. Þú veist að þetta ætti nú samt að vera svona, þú ættir ekki geta grætt nema svona tífalt það sem þú settir í, svona hóflegt bara. Ég veit ekki hvort það var á ári eða yfir einhver tíma. Og það í raun og veru svo operasjón sem að búa til þetta ChatGPT og ChatGPT 4. Og já, ég endur ekki alveg viss. Af því að við fáum ekki aðgang að íslenska dótinu nema að borga áskrift og þannig að það er for profit operasjónin allavega ennþá en þeir voru núna bara svona að kynna þetta fyrir klukkutíma síðan og þar fullyrtu þeir að öll íslenska máltæknin væri öllum opin. Þannig að menn gætu byggt ofan á þetta með svokölluðu MIT license eða það að segja það sem að þú getur notað það sem að aðrir hafa byggt gegn því að þú leggir tilbaka í púkið það sem að þú byggir. En eru þá Íslendingar með samningarna við móðurfyrirtækið? Það má reikna með að hraðinn í framþróunin verði neðar þar sem að Já, þetta er ekki alveg á hreinu. En ég gerir ráð fyrir því að hraðinn er mestur það sem hagnaðarvonin er og svo sem eðlilegt að menn borgi fyrir notkun að einhverju leyti. Og það kemur í nýtt fé vegna þess að það er hægt að bæta nýju fé í móðursjóðin. Það sem að Microsoft er að leggja inn til þess að auka rannsóknir og fleira er lagt inn það sem er hægt að taka peningan út tilbaka. Já. Með hagnaði. Og öllu líkindum, ef við erum að geta til þess, við getum bara spurt miðenda þessu, að öllu líkindum hefur miðend byrjað að tengja við móðurvinnuna. Væntanlega. Já, af því það var opið. Já. Og hvað er þetta góðir bólfélagar eins og sættir?
Ég held það svona upp að ákveðnu marki, sko, þú veist, maður þarf að passa sig að vera með þokkalegan svona kaupmála áður maður fer langt með þeim, sko, en og það er reyndar svona þegar maður hjó eftir þegar ég vildi prófa þetta og lendi bara í biðröð, það eru 50.000 manns og öndaðir í röðinni að þú veist, fá að greiða fyrir að fá aðgang til þess að þú getur hjakkað því, þá var svona, já, ok, sko, þegar að Björn Bjarnason var að díla svona tungutekni og alls svona teknidót á sínum tíma, þá tryggði hann alltaf opinn aðgang fyrir Íslendinga á öllum fjandanum og hefði kannski mátt gera það núna, þannig að við ættum kannski senda hann með forsetanum næst þegar er farið í svona vissi tessjur. En það er sko, það er eiginlega sturlað að sko, íslenska skuli hafa komist þarna að, ég bara skil það ekki, sko, það hefur verið. Það er ekki ennþá komið fram hvernig það á því stóð, sko. Nei, því að það mætti forseti, bara inn á gólf. Það getur varla verið nóg. Já, það þykir merkilegt ef að síðan sko vilju og þau hjá miðindar að gera alla vinnuna og leggja til öll gögnin og gera það alltaf og gera það allt saman. Þú veist að þá skiptið það voðalega litlu máli hvort að það sé verið að keyra þetta módel meðfram, en sko flott er það að það sé gert. Já. Og ef að það er málið að fólki hjá miðind sé bara svona framalega, að þá er það stórmerkilegt. Já, mjög. Og er líklegt að skýringin eins og er núna. Það hugsa ég, minna, það er engin business í þessu, sko, ekki þannig séð, sko. En þetta er svo svona talvél og tungumálavél í heiminum sem er líklegust til þess að verða öflugust, bara by far. Já. Þú veist, ef þú vilt tengja íslenskun einhverstarinn, þá er það okkur þarna. Það er alveg rétt, sko. Og það er mest að gerast þarna. Og þannig að við erum að horfa á alveg sko óskaplega mikla framþróun, en svo erum við líka að horfa á það að sko væntingarnar sem verið er að skapa eru þessi greið aldrei eftir að standa undir þeim. Ok, hvað er leikja mörkin? Hvað er alveg ljóst að hægt og hvað eru fólk að tala sem er kannski svolítið langt inn í framtíðinni? Sko, það sem að þessi græja er að gera, svona, þú veist, að mestu leyti er það að þú tekur alveg ofsalega stórt safn af einhverju sem einhverju við skrifað og sett á internetið og svo tekur meðaltalið af því hvað er næsta orð á eftir þessu eða hverju svara menn svona og það byggir þá bara alveg rosalega mikið á því sko, hvaða safn settur inn hvað meðaltalið kemur út og það er stóra vandamálið að í þessari greiðu að sko á góðum degi getur þú beðið að segja þér einhverjar fréttir og það er bara eins og það fengið Jakob Bjarnar til þess að skrifa þetta á venjulegum degi að þá er bara talsverð hætta á því að sko það bara birtist einhver miðaldra virkur í athugasendum að segja þér sko hvernig COVID virkar. Þannig að það menn þurfa að passa sig alveg rosalega mikið á því hvað fyrir inn til þess að fá ekki rusl út. En byggist ekki upp svona, nú er það stundum haldið fram, er þess að í heimsbyggingar haldið fram og að það sé viti í massanum, að þú getur sótt hann einhvern veginn saman, það er ekki þannig að það komi út eitthvað sem er betra en heildin, heldur getur komið eitthvað út sem er bara eins lélegt og þau lélugust á okkur. Við heldum þetta, að svona wisdom of crowds væri þannig og þetta virkaði svona, þú veist, maður heyrði voðalega mikið talað um þetta svona 2000 eitthvað smá, að þá væru við með bara svona, ef þú tækir bara svona vegið meðaltal af öllu sem verið sett á internetið, að þá fengir út bara rosalega góð svör. Síðan bara lendum við því að það er bara fólk sem hefur meiri tíma heldur en endilega sko vita málefnum sem að situr við og argast út í allt og alla á netinu og býr til sína eigin staðreyndir og hunsar aðrar og þetta fólk er að skrifa grein eftir grein sem að síðan svona kerfi
og Google og allskyns geta upp. Ef við göngum út frá því að bara heldin sé sturtað þarna ofan í, það getur verið að áður en að sturtað texta þarna ofan í sé valið eitthvað sem að einhvert vitur í. Það er nefnilega málið og það var viðtal við forstjóran, bara núna helgina á ABC í Bandaríkjunum, þar sem hann sagði, við erum að gera tvennt, við erum að fylgjast með hvað kemur út og plokka út það sem er algjörlega galið, en svo erum við bara með fullt af fólki í því að velja mjög vel hvað fer inn. Og það vekur síðan spurninguna, hvað fór inn í íslenska mótilið? Ég veit ekki. Hver valdi? Hvaða gögn eru þar? Er þetta bara Moggin? Er þetta Moggin og Vísir? Er þetta Moggin, Vísir og DFF? Áttu við að ef það eru bara dælt Moggunum hann inn, þá fengjum við út svona Davíð Oddsson. Þá færðu meðalmogga. Þá færðu bara frekar íhaldsaman, frekar karlagan. Já, þú færð nákvæmlega það sem frekar miðaldra. Já, reyndar, þú færð frekar íhaldsaman. Já, og þessi kerfi hafa sýnt sig að þau frekar íta undir svona bias heldur en að draga úr honum. Því að gervigreindin er að reyna að læra og færa einhvern veginn svona viðurkenningu fyrir þar hún að læra í upphafi. Já. Og þar leðandi sækist hún eftir því sem er svona vinsælt eða sérstakt. Já, það er nákvæmlega það og það er það sem að er hættulegast í þessu er það að þessi greia núna, svona algjör gargandi snild, en hún er að ljúga að fólki, hún bara býr til staðreyndir. Bara það skemmtilegasta sem að ég hef séð er prófessor Eiríkur Rögnvaldsson sem að lék í Batman samkvæmt greininni. Og áramótasköpinu. Enginn hefur náð að gera þetta. En síðan eru við með svona hluti eins og það, af því að þetta byggir á meðaltali, að þá ef þú ferð inn í ChatGPT og spyrð hvað á Björk mörg börn, að þá færðu hún á 1 barn, Sindra, og byrja síðan eitthvað fjasum það, og svo þegar henni sagt, nei, hún á 2 börn, að þá kemur svona, já, það er rétt hún er líka dóttur. En af því að það voru fleiri greinar skrifaður Björk að þvælast með Sindra, og hún hefur gætt þess að vera ekki með dótturina framalega. Já, að þá er bara ekki til. Þá er hún bara ekki til. Og jafnvel, ef þú spurðir síðan aftur, hvað á Björk mörg börn, og þá var það aftur bara Sindri, af því að gervigreindin gleymdi. En í hvað er þetta að nota svona? Hvað eru mörg egg í pönnukökum? Hvað eru mörg egg í pönnukökum? Þú getur sagt 2 eða 1 eða... Það sem þetta dót er og í raun og veru það sem að forstjórinn sagði í gær er að hann er svona á fullu að reyna að draga úr þetta ekki myndi með að skrifa fyrir því bækur. Að þetta er og getur verið alveg svakalega góður svona gaur við hliðina á þér sem er að stinga upp á einhverju og svo ræður hvort þú notar það eða ekki út að skrifa einhver texta en þetta getur texta eða kóða eða tekna mynd eða eitthvað en þetta getur tekið svona loðnufréttir skrifaðir fyrir það aftur gefnum þú segir hvað þetta voru mörg tonn í gær og útkemur það er ekki dýft í því það er bara, nei. Þetta er bara svona upplýsingatekni. Allt sem að kemur út úr þessu er rosalega flatur texti, þetta er meðaltext. Og þetta er ekki Alfreð-orðabók, þetta getur ekki leiðrétt svona, Nei. Þú getur ekki spurt þetta raunverulega. Jú, getur spurt þetta. Já, en það kemur svarið er bara eins og að kasta bolta í skýru. Já, svona 80% er svona cirka rétt. 18% eru síðan það sem er eiginlega verst er svona subtly wrong, svona segir að P sé 4,2 og og svo eru 2% sem eru bara algjörlega gaga, Eiríkur Rögnvaldsson í Batman og svona og eitthvað svoleiðis og þú þarft að vita
Já, þetta vita munin. En í öllum svona... Og svo kann hún ekkit, hún skilur ekkit annað heldur það sem henni hefur verið sagt. En hún getur lært sjálf, hún getur étið endalausa upplýsingum og raða þeim einhvern veginn. Já, sko. Þar er aftur komið að það sem menn er að jagast á út í heimi er sko gögn fram til 2021. Allt sem gerist eftir það, hún er ekki hugmyndið það. Þannig að hún veit ekki græjan þú veist, nokkuð sem að gerðist í fyrra eða hvað þá eitthvað svona nýtt. Og það má gera ráð. Það veit ekki að innrásin í Úkraínu. Nei, og þú veist, svo er mann alltaf að finna eitthvað dæmi, þú veist, það var eitthvað sem spurði einmitt, sko, orustu við eitthvað í Úkraínu og græjan bjóð til 2 orustur, eina úr seinni heimsstyrjöldinni og svo aðra úr aðskilnaðar sinna hvorug átti sér stað. Hún hefur sett mannlega eiginleika að vilja vita meira en hún veit. Hún er bara aftur, hún er miðaldra hvítu kall í atómsendageri. Hún er mjög confident með það að sko, þetta sé bara svona, en þetta er ekkert allt svona. En hvað getur hún getur gert allavega það ef ég er á leiðinni heim og ég hringi í ískapur minn og spyr hvort það vanti egg, og ekki svo því. Já, það er, sko, þú veist, við erum öll labbandum með, sko, gervigreindar græjur í vasanum, þú veist, myndavélin í símanum er að tala við, sko, gervigreindar chip á símanum og er að, sko, laga til perception af alheiminum, sko, og við erum öll aðeins betur lituð og svona, sko, heldur við ættum að vera, sko, eftir svona vetur. En þannig að það er fullt af þessu dóti sem er hægt að nota, en þeir sem eru síðan sko vaðandi að segja sko, þú veist, við höfum öll eftir að missa vinnuna af því að gervigreind sér þetta allt saman. Ef að vinna þín er við það að skrifa flatt rusl, þá kannski ættir að hafa sko áhyggjur, en þú ættir að áhyggjurnar ættir að hafa byrjað sko, þú veist, fyrr heldur en þetta. Það er alltaf hægt að búa til svona sæmilan panel í silfrinu með gervigreind. Það sem að fólk ofta endurómar bara það sem svona almennan skoðanir. Þú veist, ef þú ert með talpunta og segir, þú veist, bara flyttu talpuntana og svona einhverja variasjónir, þú veist, þá er þetta fínt í það. Og þetta er í þú veist, menn að vera að segja, þú veist, þetta er rosalega gott í að, þú veist, þú fóðrar inn, þú veist, einhver texta og hún getur það, þú veist, láta henni hafa texta og hún getur summarisera þann. Nokkuð rétt. En aftur, þú veist, í sumum tilfellum að þá verður hann mjög skrítinn, þannig að það er ekki hægt að treysta á þetta. En ef þú þarft í kvelli að aftur, þú veist, skrifa frétt upp úr leiðilegri skýrslu, þú veit aldrei að lesa þessa skýrslu aftur. Sko. Kári Stefánsson er nýbyrjar að tala við svona maskínu. Já. Og hann segir að hann hafði aldrei hitt mann sem veit meira sko, anatómíu heilans heldur en hann. Því hann var daginn út og daginn inn árum saman að skoða sneiðmyndir af heilum og að greina þær. Og hann sagði að þegar hann byrjaði að tala við þessa maskínu, að það var þetta í fyrsta skipti sem hann hitti einhvern sem þekkti einhverja tiltekna heilastöð. Hann hefði aldrei lent í því áður. Það var að fyrstu samskipti sem þeir áttu, þannig að hann var eiginlega svona... Hann var með svona, hvað heitir aftur þegar svona kallar verða skotnir í hvoru örum? Svona brómans. Já, hann var í svoleiðis ástandi með... En það er síðan, sko, þú veist, það hafa voðalega fáir þá verið að skrifa bullgreinar þessa tiltekna heilastöð. Þannig að upplýsingarna sem að koma þarna inn eru þá mjög góðar og þá eru upplýsingarna sem koma út mjög góðar að öllum líkindum. Og það er, sko, þú veist, ef menn síðan, þú veist, ritstýra þessu safni vel, að þá kemur gott dót út, en ef mann setja bara allt saman, að þá þurfa mann að vera með, sem mann erum með núna, að vera með sko hauga fólki að sko spyrja þetta dót og segja er þetta rétt. Og það augljóslega skalast ekki. Þú veist, þú bara heldur ekki í við upplýsingaflæði heimsins með eitthvað fólk að segja, þú veist, þetta er rétt, þetta er rangt, þetta er rétt, þetta er rangt. En eitt gildi mannlífsins er að við erum ólík. Kæm ekki til grein að bara byggja upp ólíkar gervigreindir. Ég held að í staðin fyrir að hafa þessu hugmyndum að komi bara allt í einn Mr. Manhattan og Svaraldur. Ég held að það sé sko, já, hluta til er hægt að sko, þú getur fengið text að skrifa þann eins og
Laxness hefði skrifað hann eða sko myndir eins og Rembrandt hefði málað og hún þú veist ekki það en sko það þú veist ég held samt að sko við endum með mismunandi þjálfun til þess að gera mismunandi hluti fyrir mismunandi fólk þú veist það bara þú hefur engan áhuga á því að fá eitthvað sko þú veist að lífiðinu sé svona hálfstjórnað á mokkanum sko þú veist en nóg þessi algoritmi sem að vera kljást við í á samfélagsmiðlum þú veist að þetta er nákvæmlega sem eru með ótrúlega stereotypu hugmyndur miðaldra karlmenn já. Og áhuga svið okkar en það þegar maður fer að reyna að segja þetta er ekki alveg svona og svo fer maður að skoða miðaldra karlmenn og svona jú, þetta er svona Já, það getur verið óþægilegt að fá þessa almennu mynd af honum þar sem hann algoritmin að reyna að tróða mér inn í hana. Já, það er, þú veist, og þess vegna, þú veist, þarf maður að hafa, þú veist, í raun og veru frelsi til að vera öðruvísi og það að geta þá sagt helvítis algríminum, ég er öðruvísi. Þú veist, bara, ekki sína mér, samsennakenningir, sýndum bara fleiri kísumyndir og mataruppskriftir, það er góður. Herðu, en það sem er merkilegt í þessu er að íslenskan er þarna. Það er alveg ævintýrlega merkilegt og stór sigur fyrir Lilju og forsetann og Villa Þorsteins og sko alls Almannaróm og Almannaróm sem er kona sem er stjórnar sem að samfélki gæti ekki notað að það er þú veist, þetta er bara frábært þú veist, hvernig þau tókst þetta ég skil það ekki en ég fagnaði og það verður voðalega gaman að sko leika sér að þessu og þetta skiptir máli sko fyrir íslenskuna að hafa þetta tæki þó þú sett að gera svona að draga úr væntingum með hvað þetta getur gert þá mun þetta hafa ákveðna fyrirferði í samfélaginu og það að missa það yfir í ensku í staðin fyrir að hafa þetta íslensku það getur bara skipt feiknalegu máli fyrir íslensku. Ég meni þetta skiptir alveg rosalega miklu máli þú veist að þetta er ekki fyrsta máltækni átækið sem við höfum farið út í við vorum með máltækni átæk upp úr aldamótum 2003, 2004, 2005 og þá tókum við meðal annars þátt í því að búa til að láta sko tölvur skilja íslensku og tala íslensku og við pössuðum upp á það á þeim tíma að það verið verið að nota tækni sem var líklegt að aðrir myndu nota. Þannig að tölvuröddin sem að við létum búa til og hún var samstofna við röddina sem að Steve Jobs síðan valdi til þess að vera rödd Siriar og tæknina þar. Og þar ef að sko átækinu hefði ekki lokið og það hefði engin áhuga því að borga nokkuð skapaðan hlut fyrir íslensk tölvu máltækni eitthvað að þá hefði Siri skilið íslensku og talað íslensku fyrir einhverjum áratug síðan en í staðin erum við ennþá með það að svo er ekki þú veist af því að ef við leifum stórfyrirtækjunum að ráða að þá er baskneska tekin fyrst og svo íslenska einhverstað þar og eftir, þannig er það bara. Og nema við borgum fyrir að fara fram fyrir röðina. Og hvernig okkur tókst þetta, án þess að borga, er stórkastlegt. En það að við tengjum þarna inn, það sem að eru, til dæmis, Apple er ekki tengt inn í það, mun það flýta fyrir því að Siri tala íslensku? Er eitthvað svona brautir þarna á milli? Apple og reyndar og Google og Amazon er í tómum vandræðum með túkuteknina sína af því að þeir voru að vinna þetta öðruvísi og á svona gamlan máta þannig að það að bæta einhverjum skilningi inn í Siri núna það er bara þeir eru vandræðum að gera það á ensku sko. Það tekur svo langa tíma að byggja nýja Siri Gæti verið þannig að þeir myndu taka upp þennan plattform eins og oft gerist í tækninni Þeir þurfa að skipta út og fara inn í eitthvað svona og þeir eru örugglega fullu að vinna í sko, sambærilega því að aftur OpenAI var mjög opið og þessi tækni er alveg þekkt þú veist það er ekkert nýtt í þessu þannig séð, það er bara
við eigum bara miklu öflugur í tölvur núna, þannig að sko, en tæknin frá 1990 eitthvað sko. Þannig bara gervigreindin hefur bara þroskast og þróast. Já. Og orðið bara sterkari og stærri. Já, og og farin að gera undursamlega hluti. Þú veist, hún að greina krabbamein. Hún að finna lyf við öllum fjandanum, bara með því að segja, þú veist, eru allskynslið sem að gera allskyns, og svo með vandræða prótín. Segðu mér hvaða kokteil býr til einhver djöfulun sem að étur þetta prótín svo að dreipur fólk ekki. Og útspýtist eitthvað. Þú veist, ef þú tekur hálsnef og eyrnalífið þetta og þetta, þá getur þú prófað að sjá hvernig það vinnur saman. Þannig að það sem geta tölvunar náttúrulega að komast yfir miklu fleiri upplýsingar heldur en manns heilin getur gert. Já. Ekki endilega ályktunarhæfnin. Og þess vegna til dæmis talað það að lögfræðingar missi vinnu. Það náttúrulega svona yngri lögfræðingar sem að vinna einmitt við þetta. Saksa í gegnum bunka til þess að finna sem næst neðst þar sem þeir segja við gerum þetta. Já. Og það kannski þau störf sem í mestur hættu sem að þurfa að keyra sig í gegnum óheyrilegar upplýsingar. En þá munum við náttúrulega missa eitt sem ætti að vera eldri lögfræðingar sem að fóru þessa leið og eldra fræðafólk sem á efri árum nær oft svona undarlega mikilli yfirsýn. Já. En þú færð þann ekki ef þú fékkst alltaf bara það annarkvort A eða B. Og þá sérðu ekki hvað og reyndar svona stóra vandamáli við þessi kerfi öllsumul að það þau var óbúslega erfitt með að segja þér af hverju. Þannig að það getur komið og sagt B og þegar þú spyrir af hverju þá veit kerfið ekki. Það bara eins og til dæmis stjórnmálaflokkar hér gera, ríkið á ekki að vera að vasast í bankarekstri og maður spyrir af hverju, það kemur aldrei svar. Nei, en það bara, þú veist, það náttúrulega vitað allir, á ekki verið að sleppt. En það hins vegar, það slæmt, sérstaklega þegar þú horfur á það, að þessi kerfi að læra, þú veist, það læra börnin sem fyrir þeim haft, að þetta eru börn og þau vita af hvernig það var í fortíðinni. Og við erum öll sammála það að það ýmislegt í fortíðinni sem hefði mátt betur fara. Þarna eru greiður sem að taka ákvarðanir eða stingu på ákvarðanum byggt á hvernig þetta var í fortíðinni. Þannig að við eigum að lánshæfismatið á að vera lægra fyrir konur af því að þær hafa verið með lægri laun. Og allskins svona dótarri sem að kemur út úr þessu ef það ekki passað hvar þetta má vera og hvar þetta má ekki vera. Og þegar þú ert að vinna í einhverju svona sem hefur áhrif á líf fólks, verulega áhrif, að þá verður bara skikkamenn til að segja að þú átt alltaf rétt á því að það fari einhver og segi af því að þú ert kona. Og síðan getur þú rífist út frá þeim punkti, þegar þú fékkst nei á lánið þitt. Það maður sem ég þekkti sem sagði einu svona að fólk sem heldur að sé hægt að byggja upp gervigreind í tölvum með gervigreind sjálft, því að það bara með svo þunna hugmyndum hvað greind. En svo það annars vegar það, við getum velt í fyrir okkur, svo það líka það að því meira sem að svona maskínur eru notaðar, það má eiginlega segja að það geti haft áhrif á mannlega hugsun, að við aðlugum okkur að þessu, allt og bítandi. Við höfum náttúrulega ótrúlega aðlunarhæfni í maðurinn. Jú. Við getum aðlagað okkur að heimsku, við getum aðlagað okkur að alræði, við getum aðlagað okkur að allskis ógeði. Misrétti. Og það náttúrulega life finds a way alþekkt. Það ekki bara maðurinn, það allt sem að það mjög fjörlegt líf í kringum Tjernobyl núna og við heldum að það eyðimörk. En það allskins hlutir sem að fólk getur fólk og dýr og allskins geta aðlagast, en konar mín með master í gervigreind og þannig að ég heyr alltaf svona þegar að kemur einhver með svona, þetta algjör nýjung, þetta á eftir að breyta öllu og þá kemur hún froðufellandi fram, djöfusins bull þetta, anskotans og það þetta eru praktískt tól. En þetta líka bara tól og það bara stór helviti hættulegt
okkur öllum, þeir sem að segja, nú ætlum við að, þú veist, þetta er svo sniðut að það er bara hægt að láta að taka ákvarðanir. Nei. Þetta tekur ekki ákvarðanir, þetta er ekki greint, þetta er bara að taka, þetta er bara að reikna út líkur og þú byggir ekki líf þitt á svona líkindareikningi. Þú bara hefur ekki nægilega mikið á gögnum og þú veist, þannig að það er bara svona, þó þú hafi verið í lélegum skóla og pappið þessi hálfviti þýðir ekki að það er ekki lánaði pening. Þetta myndi eiginlega bara frista heiminn í einhverju tiltekni stöðu. Þetta vill bara hafa þetta eins og það var. Nema náttúrulega að finni svona hluti eins og, þú veist, eins og það að fólk sem er með heimsmynd sem er öðruvísi heldur en raunveruleikinn, að það getur orðið voðalega hissa þegar þeir sleppa síðan gervigreindin á þetta og kemur í ljós að 16% patent umsókna í Bandaríkjunum eru frá innflytjendum og 27% þeirra sem actually fá patent eru innflytjendur. Og útskýrðu það fyrir mönnum sem eru að halda því fram að innflytjendur séu bara í eðli sínu slæmir. Þú veist að það bara svona, þú veist, nei, það er þriðjungur af sneddihitum heimsins koma frá fólki sem hefur, þú veist, flutt á milli landa. Það hafa menn reynt að útskýrta til dæmis fyrir Trump, en það hefur ekki virkað. Nei. Kannski myndan að trúa gervigreindinni. Kannski, já, og það er reyndar annað. Það Stanford rannsókn sem bara kom út í dag var að þar sem þau skoðuðu það hvort það væri hægt að nota gervigreind til þess að fá fólk til þess að skipta skoðun, sem sagt, debatt á netinu svona hot topics, þú veist, byssueign og eitthvað og það virkaði. Virkaði það? Já. Og vissi fólk að það var að deila við gervigreind? Nei. En það var verið að prófa, þú veist, það var svona skynsalegt fólk, og það var verið að gera þetta í báðar áttir, þú veist, fleiri byssur eða færri byssur, þú veist, Þetta er svolítið skeri að byssusamtökin í Bandaríkjunum getur hleypt út 3 milljónum af svona gervimönnum inn á samfélagsmiðla. Og svo reyndar það síðan annað, að núna erum við að fara að búa til, og fólk er að búa til á fullu efni, sem að þetta dót skrifar. Hvert fyrir þetta efni? Fyrir á netið. Hvar fær næsta útgáfa af þessu dóti sínar upplýsingar? Af netinu. Þar sem þetta dót er. Þú veist, þannig að þá ertu bara með að þá ertu að taka meðaltal af meðal texta. Gerfi heimsku svo kallar. Já. Nema þú segir bara, þú veist, við ætlum bara að taka fræðirit eða eitthvað, Sem er ekki. Það er ekki verið að búa til slíka veru. Nei. Herðu, Þórarinn, alltaf gaman að fá þig hérna með fréttir úr tækniheiminum. Kæra þakkir. Takk að þér. Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og Helgispjall.